Ég löngu búin að átta mig á því að ég átti ákaflega farsæla æsku. Ég ólst upp á góðu heimili hjá elskuríkum foreldrum. Við systkinin fæddum seint í hjónabandið þeirra, vorum ákaflega velkomin og það ríkti mikið ástríki á milli okkar. Tíma bjuggu af og amma heima hjá okkur og það var líka gott því að þannig var ég kynni við elstu kynslóðina og afi Sigurður Þorvaldur, hann var mikill fræðimaður og menn komu til hans til að læra, ungir menn komu til hans til að læra latínu, ég man nú aldrei eftir að koma stelpa, en þeir komu til hans til að læra latínu í einhverjum einkatímum og það var bara gaman. Ég minni æsku, við systkinin gengum í Landakotsskólann og það var líka mikil reynsla og góð. Ég man til dæmis eftir Púlka-farsleysinu 1936. Þá var ég nýkomin í Landakotsskólann í einhvern Forbekk þegar við vorum 6 ára. Og þá fóru nunnita með okkur upp á loft og leta okkur standa upp á stólum með að vera að bera líkkisturnar út úr Landakotskirkju. Og þetta mér svo minnisvert að þá voru franskir fánar á ótal kistum og ég veit að ég bara sé þetta ennþá fyrir mér eftir öll þessi ár. Þetta 80 og eitthvað ár. Rúmlega það. Og já, okkur gekk vel í námi í systkinunum og við áttum bara elskuríkt umhverfi. Hvernig myndir þú lýsa pappa og mömmu? Móðir mín var, pappi var, ég byrjaði þetta á móður minni. Móðir mín var ákaflega vinnusöm kona, hún var formaður í 2 félögum, hún var formaður í Líkn, hjúkrunarfélaginu Líkn sem að útvegði sjúkufólk í bænum sem ekki komst á spítala, heimahjúkrun og við kunnum snemma bæði systkinin að taka niður beiðnir frá læknum hvert þetta fara að setja í gulubókina, hvert þetta fara að sinna, það var laður bastrar við lúnabólgum og bróðir minn kallaði hana mömmu símalöngu því hún talaði svo mikið í síman en annars var hún kölluð Sigga heilbrigða því að hún kendi heilsufræði bæði í kennaraskólanum og húsmæðrakennaraskólanum eða hússtjórnarkennaraskólanum heitir hann víst nema að æskan var ákaflega farsæl, við vorum í sveit á sumrin þegar stríðsárin komu þá 1940 þá voru menn svo hræddir við að gera loftárás á Reykjavík og þá fóru foreldrar mínir að hugsa fyrir því að koma okkur burt úr bænum þess koma óskabörnum sínum því við fættum svo seint algjör óskabörn hjá þeim og þá upphófst kafli í lífi okkar beggja sem var ákaflega gagnlegur. Við kynntumst svo náttúru Íslands og sveitinni og búskap og hvernig átt að hirða dýrin og hvað dýrin eru ákaflega merkilega eins og við mennirnir í samtíð okkar, samtíð alls heimsins. Og við vorum þarna í sveit í mörg ár í Eystra-Geldingholti og pabbi áttaði sig náttúrulega strax á því ættfróði maðurinn sjálf var, það var skildleiki þarna á milli. Langamma mín Vigdís frá Skeiðum og Ingunn amma þeirra voru hálfsystur og það var nú ekki verið mikið að tíunda það en það var svo snjallt í sveitinni í gamla daga að þegar við fórum svona í sveit þá lærðum við að vinna. Við lærðum heiskap náttúrulega, hjálpa til í heiskap og ég færði á engjarnar á Brunku í mörg herrans ár eða öll sumur sem ég var þarna á meðan ég var á þessum yngri árum á meðan ég var ekki komin í hörku vinnu sem kaupakona þá færði ég á engjarnar og ég var einhvern veginn látið hann Viggu gera það. Ég var treyst fyrir hlutunum og ég heyrði það mjög oft. Var allt skemmtilegt í sveitinni? Sveitalífið var
ákaflega gagnlegt fyrir okkur vegna þess að við tókum þátt í vinnunni og kynntumst bara landbúnaði á Íslandi og ég hef alltaf verið hálfgildingsmeðlum í bændasamtökunum síðan. Ég skil landbúnað, ég skil nú reyndar sjómennskunum líka, en þá þessi Ólafur Geldingold taldi enga atvinnugrein á Íslandi vera til nokkuð skaks nema sjómenn og bændur. Og hann var mikið á móti menntamönnum og meðal annars faðir minn hann sagði hvað ussuðum ekkert að gera þessa verkfræðinga. Faðir minn var verkfræðingur og ég sagði Jórunum en Ólafur minn, hvernig heldur að við fengjum þá brýr og hafnir? Og alltaf kæmi ekki hvort þið sagði Ólafur, af því hann var svarafátt. Pappi var ákaflega mikill pappi. Hann sagði okkur Íslendingasögurnar til dæmis og við á sunnudagsmorgnum þá fór hann með okkur í gönguferðir sur á Seltjarnarnes og þar skoðum við steina og hann kenndi okkur svo mikið hann kenndi okkur á lífríkið í hafinu og hann hafnaverkfræðingur. Og þegar sur á Seltjarnarnesi, það sem löngu búið að byggja yfir það svæði, þar tilengan okkur 2 steina og við fórum í sunnudagsferðir að skoða steinana okkar. Hvort að hafið hefði eitthvað kvarnað úr þeim og brotið illa á þeim. Þannig að hann var mikið fyrir það að kenna okkur á landið. Sko, nú þið 2 systkinin og þú eldri. Varst þú, litla mamma, varst þú alltaf að passa bróður? Já, ég elskaði bróður minn svo mikið. Ég var alltaf að passa bróður minn. Og hann var mér svo óskaplega kær. Við vorum náttúrulega saman í skóla og hann vissi það. Hann var stundu strítt af því hann stammaði svolítið. Og það skildu menn ekki þá dag og sérstaklega ekki börn. Hann var strítt og þá steig ég fram og vendaði hann alveg eitilhörð. Að maður hugsaði það sama. Hvað er ekki til þó maður stami? Maður kann að hugsa samt. Og svo var hann svo mikil starffræðingur. Hann var einstakur starffræðingur, sagði allir sem hefðu kennt honum. Guðmundur Arnar, ég glemði aldrei að Guðmundur Arnarsson sagði þetta var sett fyrir hann dæmi upp á töflu og sem hann hélt að enginn geti list í bekknum og hann gat lista. Hann var mikill harmdauði okkur öllum. Hann var svo yndislegur drengur. Auðvitað. Það er sjálfsögð. Getur þú sagt mér frá því? Hann er 20. Nei. Það vil ég ekki segja frá. En hvar ert þú stödd þegar ertu úti, ertu heima? Já, ég er bara heima á Slókundinu og þetta er ægilegur harmur. Og ekki segja maður frá harminum. Það máttu segja frá ljóðinu sem pabbiðin samdi. Þú hefði misst mest. Já, pabbi var hagmæltur og kastaði fram vísu og einu svona sem er býsna góð. Lífið er tafl og teningsspil, þar tefla allir sér í vil, eftir viti og vilja. En oft er leika einna vest sem ætla sér að tefla best, en skákin ekki skilja. Þetta er vel kveðið það. Það var alltaf svolítið minn, það var svona heimsbyggi í ljóðunum hans. Í stökunum hans, það var svona einhver ljóðaborga. Þú segir frá því í bókin að pabbiðin hefur farið niður á Höfn þegar skipið sem Þorvaldur Allar með fór. Já. Þér fannst það skrítið. Manstu eftir því? Já, ég man þetta allt saman. Já. Hvað ætlaði hann sér að fara að læra? Hann ætlaði að fara hann var fyrsti Íslendingurinn í Silkistúni sem ætlaði að læra kjarnorkuverkfræði. Já. Í Manchester í
í Englandi, Breitlandi. Já. Og já, þetta eru forlög. Maður verður forlagatrúar þegar svona er. Já. Eins og þeim var ekki skapað nema að skilja, sko. Já, og skilur netti og... Já. En hvaða áhrif, segðu bara, getur þú sagt orðum það, hvaða áhrif hefur svona á sálarlíf eins og þitt þegar bróðin svona nákominn dó? Fyrir utan að það er forlagatrúar. Já, ég er nú ekki beinleys algjörlega forlagatrúar, ég veit það ekki. En það hefur gríðarleg áhrif og það er slík áhrif að þarna er heimsstyrjöldin, ekki þarna en heimsstyrjöldin, ég fór að skilja miklu betur stríð milli manna. Akkur þurfa menn að vera svo ósáttir að þurfa að fara að drepa hvern annan. Það er harmur heimsins. Styrjaldir eru harmur heimsins. Og hvað er strítt? Það er strítt völd, það er strítt auð. Og 5 mann að vera græðgin. Í völd og auð. Og kúun annara. En verður maður reiður við Guð eða heiminn þegar svona gerist? Ekki ég. Nei. Ekki ég, nei. Ég veit að menn hljóta að verða það. Já. Menn hljóta að verða það. En þetta er bara eins og lífið er. Lífið er kemur og býður upp á ýmislegt. Eins og allar þessar hörmungar sem að gerast. Við lesum allavega vikulega einhverja ófarir og einhverja sorglega viðburði. Svo eru aðrir sem að ná því að vera nár háum aldri eins og ég og vera við góða heilsu og það eru ákala margir í mínum árgangi sem eru fallnir frá. Hérna erum við nokkur alltaf að hittumst einu sinni mánuði sem erum ennþá staffir. Trúar og líf, annað líf? Ég held öllu opnu. Já. Maður á að halda öllu opnu sem ekki verið sannað. Þannig það er möguleik að þú hittir bróðirinn aftur? Já, verður nú ekki að ýja því við mig. Þið flytið reyndar af Ásvallagötunni fljótt skömmu eftir að bróðirinn dó í þetta hús. Já. Segðu aðeins frá því. Háskólamaðurinn. Já, pabbi var náttúrulega prófessor í háskólan og hér voru að byggja íbúðir eða hús fyrir háskólaprófessorna og húsið á Ásvallagötunni var óhentugt. Það var 2 hæða hús og langt í háskólanum, hann var að kenna í háskólanum og þegar þetta bauðst að losnaði þessu lóð þá vildi hann endilega nýta sér það og ég get nú alveg ímyndað mér það var ekki talað það gamla þetta var ekki talað sorgina. Það bara var ekki í boði nema nánustu. Já, kannski, ég veit að mamma hafa mikið talað það, því það er alltaf stóra mynd á honum í Sveinbirgi á sig. Einhver stærri heldur venjulega mynd sko upp á vegg. Og það var bara eðlilegt. Ég var náttúrulega erlendis, ég var þá komin til útlanda og mér finnst það bara ágætt að þau flytta á Ásvallagötunni. En samt þegar maður verður fyrir svona harmi, bara klára það, þegar maður verður fyrir svona harmi og sér bara þessa mynd eða hvað það er, þú ert ekki að hugsa endilega hann, en allt í mjög kemur hann. Er það þá eitthvað? Nei, þetta hugsaði hann mikið þetta. Já. Það var ekki fyrir ég að koma til útlanda að einhvern tímann hitti ég mann sem var tengdur útrýmingabúðum eða hafði mist sína í útrýmingabúðum. Og þá fór ég að hugsa hvað er þetta? Hvað var að manneskjunni? Hvað var að veröldinni?
að setja ákveðin fjölda manna í útrýmingabúðir og gasklefa. Þetta mannvanskan svo óskaplega og það náttúrulega sést í valdafíkni í styrjöldum. Vilborg amma sem skilur við mannin sinn, kemur til Reykjavík með 3 börn. Vilborg amma var stórgáfuð kona og afskaplega skemmtileg. Hún hafði svo djúpa, hún var í Peysuötum auðvitað, þar voru það í gamla daga, og hún hafði svo djúpa vasa. Á sunnudögum kom hún að borða hjá okkur, hún löngorðin ekki, og kom að borða á Áslagötunni. Þá biðum við alltaf eftir hún færi neðst í pilsvasan og ná í brjóstsökurinn sem hún alltaf ekki okkur. Hún kom alltaf eitthvað færandi. Og hún var afskaplega skemmtileg. Hún var bæði í sálarrannsóknarfélaginu og hún fór stundum, hún bjó á Skólavörðustíg 5 og fór stundum niður í Dómkirkju af því að hún var svo skyggn. Það var þetta gákast, hún sagði eitthvað. Hún var afskaplega skemmtileg kona. Og þegar ég var í Landakondi og hún var kona á Elliheimili Grund og þegar ég var barn og unglingur, þegar barn, já, þá fór ég alltaf að heimsótt hana á leiðinni heim á skóla. Og heimsótt hana á Elliheimili Grund þar sem hún hafði sína stofu og sínt sér dót og sína bækur og Einar Hjörleifsson Kvaran og Indriða Einarsson, sálarrannsóknarfélaginu. Haraldur Níelsson ekki? Nei, ég man aldrei eftir að Haraldur hafi verið eitthvað tengt. Hún hafði bókaskápa, hún var að leifinu, það voru bókaskápar út allt hjá henni. Og þegar seinna þegar ég tók við þessum bókum þá sá ég það að allt safn Haraldar Níelssonar og Einarsson Kvaran og Indriða Einarssonar. Hún var svona, amma Vilborg, hún hafði svona eins og var í Frakklandi, hún hafði svona salón. Við komum til hennar á Laugavegur 27, hún bjó á Laugavegur 27 og fengum kaffi hjá henni, rithöfundar og svona, já. Rithöfundaklíkan. Hún vann á sem þá var bæjarbókasafnið og var í Ingólfsstræti og núna borgarbókasafn með Ekturtús. Og hún vann þar og hitti þar alla þessa höfðingja, rithöfðingja. Reykti hún ekki pípu, hvernig? Það var eftir pípu. Já. Eftir pípu. Einhvers staðar fannst mér að hafa lesið að mamma þinn hefði verið svona pínlítið, svona úthafinni. Var eitthvað svo, þótt þetta sérkenntu? Já, hún náttúrulega hefur salón og það koma þarna allir þessi rithöfundar og kallar og hún ekkja. Og mömmu fannst þetta ekki sko við hæfi, við hæfi, en það var ekki undið að því allavega. Og var hún skikk? Ég held hún hafi verið, henni fannst það allavega sjálfur, ef ekki að segja þannig. Já. En hún var náttúrulega hún var stórgáfuð kona. Og náttúrulega mjög fljót að setja hlutin á svið og mjög fljót að skýra ykkur blæbrigði. Hvað lifir hún lengi? Hvað ert þú gömul þegar hún fellur frá? Ég er 12 ára. Þú ert 12 ára? Já, 1942. Þú tóð þetta stelpu, já. Ég sá óskaplega eftir henni. Já. Óskaplega eftir henni. Ég var í sveitinni og ég kom til mamma sótt okkur og vestur og ég man eftir þessum óla harmi því mamma var að hugga mig. Já. Mamma huggaði mig í þessum mikla harmi. Já. Og tilfinningarna snemma. En þetta uppeldi hefur náttúrulega haft sterk áhrif á börnin eins og mömmu þínu. Mamma þín verður svo
afgerandi svona sjálfstæð eða hvað maður að kalla hana? Já, Þessi eigin leiðir? Já, mamma braust áfram, sko, það var mikil fátækt. Já. En Guðmundur, sem í mínum huga er alveg yndislegu maður, af því að ég aldrei hitt nema svo óskaplega fallandi mann Guðmund, móðurbróðir minn. Og hann var orðinn heildsali og hafði einhver yfirráðið peningum og hann kostar hana í Landakotsskóla. Hann kostar hana, hann gaf henni skó, hann hjálpaði henni, þau voru svo óskaplega nátengt systkini. Og hann kostar henni í Landakotsskóla og þar briljar hann. Sko. Og hún kunni alltaf mjög vel dönsku, það var kennt á dönsku í Landakotsskóla. Nunnurnar kunni enga íslensku að ráði. Það er ekki fyrir fröken Sigurveig sem ammans Guðna á Bessastöðum. Sigurveig Guðmundsdóttir. En mamma þín hefur orðið fyrir djúpum harmi áður hún missir son sinn. Hún missir systkini bæði. Getur þú frá því eins? Guðmundu og Vigdísi. Mamma var að læra hjúkrun í Kaupmannahöfn. Þegar að Vigdís Vigga móðursystir mín, systir hennar, fær þessa berkla. Og þá er allt gert og Guðmundur náttúrulega stóð fyrir því að hún fer til Kaupmannahafnar, siglir til Kaupmannahafnar og fer á bestu sjúkrahúsin, sem er að besta sjúkrahúsin þar, Berklavík. Ég held að það var Friðriksberg sjúkrahúsi, ég gerði kláði. Og þar, eins og gerðist með berklana, það var ekki búið að finna upp lyf við berklum. Og allt þetta unga fólk sem fór af berklum, þetta er alveg hræðilegt. 1918. Og það var, mér fannst einhvern veginn þegar ég fór að hugsa þetta seinna, það var sem einhver mest á hana móður mína hefði lagt fyrir utan þegar seinna kemur að missa son sinn. Það var að sigla með þessa uppáhaldssystur sína. Með dronning Alessandrínu heim til Íslands í líkkistu í lest. Það er mikið á eina mannveru reynt. Þú ert skýrð í höfuð á henni? Ég skýrð eftir henni. Já. En svo Guðmundur Greifi sem var kallaður. Ég vissi það ekki. Í Southampton-bókinni segir aðeins á honum, hann fer svo hvað með dóttur Einars Ben til Ameríku. Já, hann var giftur Leopoldínu sem var mektar dóttir bæjarfógetans í Reykjavík. Og það flosnaði upp úr því hjónabandi og þeir verða skotin hvert í öðru. Hann og dóttir hans Einars Ben. Hvað hét hún? Heitum ekki Hrefna? Hrefna, já. Og ég held, hann fór fyrst til London og síðan vildi að reyna fyrir sér í Suður-Ameríku og ég held hún hafi elt hann. Eða hún fylgdi honum allavega, hún fór á eftir honum. Það fer enginn á eftir svona kallmanni nema elta. Nei. Það er einhver ást í gangi. Já, það hefur verið það. Hann var óskaplega, eftir því sem mamma sagði, skemmtilegur og sérmennandi töfrandi maður. Fallegur og myndalegur. En hann deyr þar? Hann deyr í Suður-Ameríku. Já, Einar Ben var
í slíkum hávegum hafður og við áttum mörg skáld en það var einhvern veginn eins og Einar Ben væri þjóðskáldið mikla og ég, já, sem sagt að ég rifja það upp, oft rifja það upp að þegar hann deyr og fellur frá þá spilaði Sorgarmars í Ríkisútvarpinu og ég man eftir því heima á Áslagötu þessi mars hljómaði og hvað hefur gerst. Þá var þetta Einar Benediktsson látinn. Þarna ert þú 10 ára, varstu byrjuð að lesa ljóð þessara kalla? Hvenær byrjuðu, hvaða bækur lastu á þessum árum? Ég las nú allar barnabækur, ég las allt sem ég komst yfir. Já. Og það var það var svo mikið bókagjafir á jólunum. Og afi gaf mér alltaf Afi Þorvalds Þorvaldur, hann gaf mér alltaf einhverja óla fína bók og skrifaði á hana Vigga á sem mjög fallegt og já, ég á einhverstað í mínum skápum, stórum bókaskápum bækur sem afi gaf mér sem stendur á Vigga á og hann gaf mér alltaf svona bitastæða bækur, einhverja svona fræðsel sem hann fæddist á landafræði eða sögubækur eða eitthvað svoleiðis. Hvað heldur þú að hafa verið gömul þegar þú byrjaðir að lesa, segja Halldór Laxness? Já, ég man alltaf þegar ég var 17 ára þegar ég keypti mér fyrstu bók. Ég keypti mér sjálfstætt bók eftir Halldór Laxness. Ég keypti 18-stöðuna og borgaði fyrir hann út í hönd af einhverjum peningum sem ég hafði safnað mér. Þá var ég 17 ára. Eða 16, 17. Já, hún var mjög snemma besta vinkona mín, hún Vilborg Kristjánsdóttir. Við sátum saman í Landakoti og það byrjaði þannig, hún var skipstjóradóttir og það byrjaði þannig að við fórum samferða heim úr skólanum og hún átti heim á Sólvallagutunni, þar skiljaði ég henni, eða skildi við hann og svo labbaði ég áfram austur á Áslagötu. Og mamma hennar hafði svo mikið, hún vildi endilega við værum saman. En ég held henni hafi fundist ég verið svo traust. Og við urðum ævi vinkonur þarna. Hún kom seinna austur í Geldingholt með mér. Vilborg Kristjánsdóttir. Sem ég á að ævi vinkonu og hún hefur lent í miklum harmi. En svo var önnur vinkona, það var ekki Sigríður? Já, það hún Sigga Ellens. Ég kynntist henni ekki fyrir en ég fór í menntaskóla. Já, svoleiðis. Já, við erum vinkonur þá. Já. Sigríður Ellensdóttir sagnfræðingur. Hún er eina á góðu vinkonum mín. En við nefnilega vorum við vorum í stofnuðum klúbb saman sem við kölluðum Kaspír. Þetta er einhver styttingu latínu á það, einhverstað skrifa niður. Kaspír. Þetta er eitthvað með S er súendum Reykjavíkensis, súendum saumandi Reykjavíkustúlkur. Fyrir hvað stendur aðeins. Allt enda, ég veit ekki. Allavega, og við höfum verið miklar vinkonur síðan við vorum vorum hjá Einari Magg í undirbúningsdeild sem kallað var þá. Fóru svo í Gaggo Vest og fóru svo upp í menntaskólann. Samstúdendar. Alltaf síðan verið ævi vinkonur. Alltaf síðan verið bara mjög miklar vinkonur. Og allt hennar fólk. Við vinir ástriða líka. Getur þú sagt mér örstutt frá þeim í Söðlaugsdal? Hvernig hjónu voru þegar svona menningarhús í sveitinni? Já, afi minn hafði bara skóla þar, það var ekkert annað. Það var skólar og
rak þar námskeið fyrir æskuna á Barðaströndinni og æskuna bara í Breiðafjarðareyjum og þarna á þessum slóðum. Og alltaf tók amma við. Það er á byggðasafninu, þarna, hvað heitir byggðasafnið þarna fyrir vestan? Það er ekki byggðasafnið á Skógum, það er byggðasafnið á... Það var á Núpi eitthvað skóli og svo? Já, nei, það er sko vestan, nei, það er vestur... Ég man ekki hvað það heitir, en það er saman það. Það eru ýmsir munir úr Sölvesdal, sem var mjög... Og ég fekk klukkuna, ég hafði hann á Bessastöðum alltaf í ganginum. Klukkan sem var Sölvesdalsklukkan, það var svona veggklukka. Hún sló ákveðin högg. Og einhvers staðar á ég mynd niðurpakkaða sem ég hafði alltaf á Bessastöðum líka, af þeim Sölvesdalsfólkinu. Þegar Bessastöðum voru svona persónulegir, mér tengdir. Þetta er verið eins konar Íslandsklukka? Já, hún var þar. Það er einn saga þess að þú segir í bókinni, svona skemmtileg samskipti. Þorvaldur var eitthvað strangur við dreng, ég veit ekki af hverju, og eins og hann hefði verið rekinn heim, en Magdalena tók til sinna ráða. Já, nei, hann myndi ekki einhverja tilvitnun í Biblíunni sem átt að kunna utanbóka fyrir fermingu. Og frú Magdalena, hún kemst að þessu að hann hefur ávitað drenginn. Og hann var að Rauðasandi, þessi drengur, Sölvesdalskirkja var Rauðasandskirkja líka. Og því þá var ekki búið að flytja kirkjuna frá Reykhólum á Rauðasand aftur. Og þá kom frú Magdalena, hún hafði einhverja spurnir að þessu og kemur út þar sem hann er með fermingabarna yfirheysluna og segir við hann, mundu sér að Þorvaldur, þessi drengur misti móður sína í sumar eða í vetur, það var víst. Og hún fylgdi svona vel með hún amma Magdalena. Hún var mektar kona alveg. Hún fór í hvítabandið og föðursystur mína, það eru allar hvítabandskonur og byggður Hvítabandsspítalann sem var byggður hérna á Skólavörðustígnum. Þú var hann ekki prestur bæði á Sauðlauksdal og Haga? Hann var fyrst í Haga. Hann var fyrst í Haga, já. Pabbi var fæddur í Haga. Pabbi var fæddur? Já, Haga bara stund. Hann var, hans þjónaði á Brjánslæk líka. Er ekki kirkja Brjánslæk, jú. Hann þjóði að Haga á Brjánslæk og svo flutti hann sig og sótt Sauðlauksdal og fór yfir Sauðlauksdal. En er hann hættur, er hann komin á eftirlaun þegar þú flytja suður? Er það hættur? Já, það var hann hættur, já. Og þetta eldri? Já, það var hann fullari hjá hann, sko. Og flytjaði suður og flytjaði fyrst í Hafnarfjörð. Af því hann var kennari, hann sé á Þorvaldur, hann kennari árabil í Flensborgarskóla. Ég held að hann sé bara í kringu 1918-20 eitthvað svoleiðis þá fer hann í Flensborg og kennir þar árum saman íslensku stærðfræði. Og var afskaplega farsæll og Lúðvík Kristjánsson skrifaði þetta. Það var Þorvaldi í Flensborg. En þegar þú ert að muna eftir þér, segjum bara þarna, fyrstu 10 árin og lengur, þá færðu svona kynslóðina inn í uppeldi. Það er afar og ömmur sem eru heima hjá. Var það ekki gaman? Já. Það var að sjálfsögðu hlutur. Ég man ekki að ég myndi aldrei orða að vera gaman, það var bara partur af tilverunni. Partur af tilverunni, þessari tilveru að bjöggu saman 3 kynslóðir. Það var amma upp á lofti og svo flutti afa og amma út á Öldugötu til systrana þegar þær fengu stærra húsnæði. Það voru 2 ógiftar systur og þær vildu fá þau til sín
eða það komið sér upp þannig húsnæði á Öldugötu 55 að þeir gátu tekið þau bæði eða vildu taka þau bæði og það var þröngt húsnæði heima á Ásvallagötu og pappa og mamma þurfti á þessu húsnæði að halda með 2 börn. Því þá vorum við, það var svo þröngt, það eru svo lítil þessi hús að þegar meðan afi og amma byggu hjá okkur á Ásvallagötunni þá sváfum við inni hjá pappa og mömmu í svefnherbergjum þeirra. Og þá fengum við okkar herbergi, okkar vistarverur. Varstu alltaf þæg og góð? Varstu aldrei vilt stelpa og varstu aldrei skömmuð? Pappa, mamma, varstu alltaf líf? Nei. Máttu enga sögu segja að þú hefði verið svona bakkari? Nei, ég var það ekki. Nei? Ég var nefnilega að ég var stelpa sem átti alltaf að passa allt. Já. Mér var falið svo mikil ábyrgð bara snemma. Látum mann viku gera það. Já. Ég var látið að sendja með dýrmæta pappíra til hjúkrunarprófpappírana. Hún svo áræðilega hún Vigga og ég fór í strætó, tók strætó á Selnastígnum og fór upp á Landspítala með prófpappíra í töskunni. Mamma treysti mig til þess. Ég hefði getað týnt þeim, ég týndi þeim ekki. Ég var mjög áræðilega. Þú hefur verið reyðilega svona þroskuð bara undan áallina eitthvað. Já, ábyrgðarfull. Ég var alveg ákveðin, ég ætlaði að vera skipstjóri og þá ég hef sagt þér það. Segðu mér frá þessu. Já, hvað ætlar að vera þetta orðinstór? Og ég sagði ég ætlaði að vera skipstjóri. Af því mér langaði svo að sjá heiminn. Og það var aðferðin til að sigla höfinn og sjá heiminn. Og það var að klappa á kollin minn, ég gleymi þessu aldrei, að klappaði maður kall á kollin á mér og sagði henni, það getur ekki elska mig, þú stelpa. Og sér nú hvað tímandinn hafa breyst. Já. Ég var alveg staðráðin að vera skipstjóri. Fannst þér ekkert skrítið að heyra þetta? Að fjór stelpa? Nei, það voru engar stelpur í þessum þá. Þetta var kallað þjóðfélag. Voru aðtúa það. Það voru engar konur í forsvari fyrir. Það voru skrifstofudömur og hjálparkokkar og ríkisstofnum var öll kallaðir. Nema Katrín Tór fór á þing. Þótti alveg stórfurðulegt. Og Sigurður Magnússon lét að sér kveða í félagsmálum. Man ekki hvort að hún fór á þing. En hún fór á þing, held ég, kvennaskólastýran fór hún ekki á þing. Það var ekki. Það var ekki Auður einn fyrsta kona? Nei, þetta var svo ót. Fór hún í borgarstjórn? Hún fór í borgarstjórn. En það var alveg ótrúlegt hvað þetta var svona allstað. Það ekki, konur brjóti ekki að sér lekkina fyrir eftir stíð. Ótrúlegt. Þetta er vinnukonu hlutverk kvenna og barnegna hlutverk kvenna. Þjónusta fyrir kallinn. Manstu eftir 44? Þú ert 14 ára. Manstu eftir... Man alveg... Hvernig getur þú upplifað, en ég hef sagt mér frá eins og bara það sem þú manst frá 1944 þegar forseti Íslands kosin í fyrsta skipti? Já, ég man sérstaklega eftir, það var svo mikið rigning á Þingvöllum, við vorum öll á Þingvöllum, að það rigndi undir tjaldið, það blotnaði tjaldið, botnin í tjaldinu, við vorum í tjaldið. Og ég áttaði mig ekki á því fyrir seinna að mamma hefur orðið 60 þarna. Og það var ekkert verið að gera með það. En við fórum öll á Þingvöll og vorum í tjaldi og það var svo mikið rigning að það rigndi undir tjaldið. Og mamma hló. Og meðan við héldum öll að hún myndi reiðast. Og svo man ég eftir þegar man er mjög skýrt eftir því, þegar lýst var yfir að nú er Ísland lýðveldi og allir hrópuðu húrra og pabbi var með rennuhatt og hann stóð í hliðina á mér, ég stóð í hliðina á honum og hann tók ofan og allir kallanir
þegar hrópað var húrra og það rann vatnið úr hattbörðanum. Rennuhattarnir voru með svona uppröfðar. Þetta man ég mjög skýrt á Þingvöllum. Þá var maður nú ekki að hugsa hvað gerist 40 ára seinna. Já, það var nú ekki aldrei svo vilt að því fyrir sér. En segðu mér langar að segja, getur þú sagt örstutt, að þú sagði hérna með athugasemdum, fyrsta bókin sem þú keyptir. Manstu hvernig upplifun það var? Þetta var svo heit bók. Já, mér finnst það alveg mögnu, sko. Ég var alveg mögnu, sko. Ég var alveg svo pólitísk í lokinni í bókinni. Mér finnst það alveg mögnu og svo vel skrifið athugasemdum, sko. Ég les hann alltaf einu sinni á ári. Já. Alltaf les ég athugasemdum einu sinni á ári. Hún svo flott, þessi bók. Og mér finnst hún liggja svolítið óbætt hjá Garði. Athugasemdum. Þá hafa allir lesið hana því að ég í bókaklúb og ég mann til ég stakk upp á henni þegar vorum að byrja í bókaklúbnum og þá hafði allir lesið hana. Þetta var bók sem allir lási í galda. Nú hefur hún verið sett á svið og kvikmynduð. En hvorugt náðinni eins og hún var í lestri. Ég ætla að spyrja þig, hvernig fannst þér þá? Það kannski að þeim er svo óskaplega. Nú veist það oft erfitt bíómyndir eftir bókur sem eru lesið, þetta alltaf erfiðsi. Menn upplifa þetta svo misjafnan hátt og mér finnst þetta alveg ágætar sýningar. En þær voru ekki alveg, það gerði ekki til, þetta voru sýningar, leikursýningar. Þær voru ekki mín aðdómstöð. Enda þurfti það ekki að vera mín aðdómstöð. Maður á bara sína mynd af eina mynd af aðdómstöðinni. Myndur þú þá segja kannski að athugasemdum séu einu af uppáhaldsbókum þínum íslenskum? Já. Það með að lagsnesbækur? Já. Athugasemdum talfræðsast. Já, en alltaf margar. Já. En alltaf les ég athugasemdina. Já. Og við Sigga Ellens gerir þetta líka. Athugasemdina höfða svona til okkar alþingishátíðar sem voru fætt að, Íslendinga. Sko, mér finnst þetta svo forvinnilegt þannig að þú ert ekki, þú náttúrulega fermist 44, væntanlega. Já. Athugasemdin kemur 2 árum seinna, þetta er svo heitt mál. Varstu meðvituð hvenær varstu fyrst meðvituð her á Íslandi? Það var nú býsna snemma, skal ég segja. Það vegna þess að mamma var svo mikið herstöðansnægur líka. Já. Og hún var líka svo hrædd við herinn og hún var, þú veist þetta með ástandið, að tala ástandið, hugsaði vanvirðinguna á konum. Það kalla veldi á Íslandi, sko, ég bara veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu. Kalla veldi og líta svona niður á konur. Hvað er orðalagi? Þetta er náttúrulega ekkert annað en afbrýðisemi. Kallar eru svo afbrýðisemur þegar stúlkur sáu sæta strákar sem voru fallegri en þeir. Fyrirgefðu ég segi Íslandur kallmenn, það hefur ekki verið, þeir eru fegustu í veröldinni. Kom allt inn á ægilega sæti strákar og eru ekkert púkalegir, eru svona heimsmenn og það er kallað ástand. Af því að stúlkur mátt ekki vera skotnar í þeim. En talaðu mamma þér þetta bara heima, sko, herinn og þú smittast af því? Nei, hún talaði ekkert þetta heima, en ég var alltaf að heldur på kaffi í öllum fundum og svona. Það var fundir alltaf haldin heima. Já. Það var engin húsnæði fyrir fundi, ef félög höfðu ekkert ráðað að hafa fundi. Þeir sem höfðu ráðað að gefa kaffi og baka, mikið af fundi. Ég er sérfræðingur í að leggja borð fyrir fundi.
Ég hugsa stundum það sko, ég er 91 og hann væri núna, pappi sagði þú mist mest og ég skildi það ekki að því mér varst þau að mist svo mikið. En ég skildi það seinna, að það sem hann var svo vitur hann pappi, að hann hefði lifað lengst sem besti vinur minn, auðvitað. Og ég hugsa hann og já, eiginlega hvernig degi, get ekki annað því hann er á myndum hérna út allt.